Og áfram höldum við hérna í föstudagsþætti á N4. 2 bæjarfulltrúar á Akureyri eru mættir hingað. Eva Hrund Einarsdóttir og Logi Már Einarsson, verið velkomin. Takk. Við ætlum að tala svolítið íbúalýðræði sem að svona, talað töluvert alltaf fyrir kosningar. Hluti svona af íbúalýðræði getum við sagt að sé að geta hitt bæjarfulltrúa og þá það til dæmis þessir viðtalstímar sem að auglýstir eru reglulega. Já, ég hef sagt það við aðila sem eru með mál sem þarf að koma framfæri að það sé besta leiðin til að koma sínu máli á framfæri við bæjarfulltrúa að mæta í þessa viðtalstíma því að þar verður þá málefnið að máli innan kerfisins. Og þaðan úr þessum viðtalstíma þá fer það inn í bæjarráð og þar tekið fyrir og þaðan vísaði í viðkomandi nefnd sem að málið á heima í og þessum málin verða að vera tekin fyrir og þeim verður öllum svarað. En það sem kannski ágallinn og við þurfum að bæta úr að það þarf að halda áfram með þetta kerfi þannig að við sem sitjum þessa viðtalstíma fáum upplýsingarnar að lokum til okkar hvernig málinu lyktaði. Það það sem við höfum kannski verið að benda á að þurfa að bæta í þessu ferli. Logi, verkferlið sem sagt ekki þannig að sá eða sú sem að kemur til ykkar að þegar hún lokar hurðinni að þá þið búin að gleyma þessu. Nei, þetta fer eins og Eva segir í ákveði ferli. Það sem að mætti jafnframt bæta væri þetta með nútíma tækni að gefa fólki kost á því að eiga svona formlegt samtal við okkur án þess að þurfa að koma upp í bílinn sinn og keyra niður í Ráðhús. Það má gera þetta í gegnum síma, það má gera þetta í gegnum tölvu og það ýmislegt. Ég hef til dæmis haft þann siða, ég með símanúmer opið, ég með Facebook síðu opið og ég með aðgengja mér eins opið og mögulegt svara öllum sem að ég get svarað og man eftir að svara og það líka hluti af íbúalýðræði en það þá ekki á sama hátt formlegt og Eva talar Hvers konar erindi þetta sem að berast inn á ykkar borð í þessum viðtalstímum ef það hægt að flokka það svona gróflega? Það allt mögulegt. Það getur verið allt frá snjómókstri sem svona klassískt viðfangsefni og yfir í þetta bara vandamál, einstaklingsbundin vandamál. Getur verið að fólk finnist að mæta vegg í kerfinu, mæta óréttlæti, stundum það réttmætt, stundum það misskilningur. Það allt mögulegt. En reglurnar þá í kringum þetta samt, ríkir algjör trúnaður í þessum samtölum og svo framvegis? Já, trúnaður ekki trúnaður því þetta verður mál. Þú þarft að gefa upp þína kennitölu og nafn og þetta verður að máli innan kerfisins þannig að það opinbert. Nei, að hluta. Það það nema að sé að ræða mál sem snýr að einstaklingi. Já, þá það tekið fram. Þá það sett inn í trúnaðarbók eða farið með það á annan hátt þannig að einstaklingar geta ekki farið inn í fundagerðir og átt að sjá því hver það sem að tala. En þessi fundi þeir eru sem sagt haldnir í Ráðhúsinu sem kannski svolítið svona formlegt. Það kemur ekki til greina að þið farið út til fólksins, farið í hverfiskólana eða eitthvað því? Jú, við höfum prófað það. Það hefur ekki verið endilega betri reynsla. Nei, það virkaði ekkert betur. Reyndar þegar við farið í Eyjarnar, við náttúrulega höfum farið í Eyjarnar og þar erum við í skólunum. Þannig að við erum þá að koma til fólksins en þegar þetta var prófað á sínum tíma að þá virtist mætingin í rauninni draga úr henni heldur en hitt. Já, en svo eins og ég segi, svo eigum við kannski bara opna á það að fólk hefur nútíma tækni og það á ekki að þurfa að koma og hitta okkur. Það á ekki að tekið upp síma, það á ekki að átt Skype samtal við okkur eða senda okkur tölvupost og með sama hætti ætti það enda að geta verið formlegt. Ef að, ég vil nú endilega fá hljóðmön skammt frá húsinu mínu af því að það svo mikil hávaði frá bílum og ég mæti til ykkar. Þetta verður sem sagt formlegt og ég fæ sem sagt svar á endanum hvernig málið statt, hvort ég fæ hljóðmön eða ekki. Já, í rauninni færið alltaf svar. Þá fer þetta bara inn í viðkomandi deild og þar tekið fyrir og þú, átt að fá svar. En þetta í rauninni skipulagsmál sem þú ert að tala þarna, þannig að það í rauninni að sækja það ákveðin leyfi. Það gerur ekki í þessu viðtalstímum, þannig að það mál þyrfti annað ferli heldur en að mæta einungis í viðtalstíma bæjarfulltrúa.
Það sem að hins vegar mætti líka bæta og kannski svona hlut að því sem að Eva var að nefna áðan. Við gætum skoðað sumt að því sem önnur sveitarfélög gera eins og Garðabær. Þannig að þegar það opnar mál, þá fær það númer og einstaklingurinn er meðvitaður hvaða númer það og hann getur hvenar sem farið inn og sér hvar málið statt. Bara nákvæmlega eins og þegar þú sendir pakka til útlanda, þá getur þú fylgst með því hvaða leið það fer, hvar pakkin stattur. Þetta nauðsynlegt. Þetta myndi verða svona pressa á kerfið að gleyma ekki málum eða vandrækja að afgreiða mál. Svona í gegnum tíðina það virðist nú ekki hafa orðið svona mikil breyting á þessu. Þetta svona, búið að keyra þetta hérna á Akureyri í nokkur ár. Þannig að þið í raun og veru að sjá fram á ýmsa möguleika á breytingum og þær séu þá til góðs. Já, rafræn stjórnsýsla það sem að verður að fara að koma og það sem koma skal og ég bara á því að við sem bæjarfélag séum að tapa peningum með að við erum ekki að taka á þeim málum og það eins og Logi segir, með því að koma í rafræna stjórnsýslu þá hefur við betur yfirlit yfir upplýsingarna hvað málin eru stödd og þess aftar. Þannig að ég á því og ég alveg samfærið það að núverandi bæjarstjórn mun leggja áherslu á rafræna stjórnsýslu á næstunni. Já og bara aukna áherslu á lýðræðismál. Ég meina við sjáum núna stærsti stjórnmálaflokkur landsins, Píratar, sem að eru fersk og skemmtileg. Þau leggja gríðarlega mikla áherslu á lýðræðismál og að við notum nútíma tækni til þess að hleypa fólki í auknum mæli að ákvarðanatöku og við hljótum að gera það líka. Við hljótum að taka alvarlega þær skoðanakannanir sem hafa mælt þennan flokk í 40% fylgi í 1 ár. Svona rétt áður ég slepp ykkur út í helgina, bara 2-3 orð snjómoksturinn undanfarna daga. Við byrjum á þér, Logi. Já, þetta ósköp einfalt. Vandamálið bara alltaf að verða stærra og stærra. Árið 1995 deildu 200 íbúar hverjum kílómetra á götu á Akureyri. Núna 20 ára seinna eru það 150 sem deila hverjum kílómetra. Ergo, snjómokstur alltaf að verða meira og meira vandamál og mun verða dýrar og dýrara nema við förum að þétta bæinn og gera hann hagkvæmari. Hvað segir Eva Hrund snjómoksturinn? Já, ég náttúrulega tek undir með Loga. Þetta náttúrulega alltaf að verða dýrara og dýrara en síðustu dagar voru sérstaklega erfiðir og ég veit ekki hvað gerðist hér síðustu helgi að maður sá lítið af snjómoksturstækjum síðustu helgi en það var verulega bætt í, maður sá mikinn mun á þriðjudag og miðvikudag þannig að það voru engar ákvörðanir teknar mér vitandi í kerfinu að það ætti að draga úr en auðvitað þetta mjög dýr þáttur og auðvitað þurfum við alltaf að forgangsraða. Það okkar verkefni okkar að Loga, hvar eigum við að leggja peningana en snjómoksturinn aðal umræðuefni í bænum þessa dagana. En bara til þess að aðeins í framhaldi af þessu að síðustu helgi þá mældist 97 cm snjódýpt. Það fjórða mesta snjódýpt frá 1970. Við verðum alltaf að vera viðbúin því að það getur snjóað mikið í þessum bæ. Við eigum líka að fara að horfa á snjóinn sem ánægjuauka. Hann gefur okkur tækifæri, hann söluvara. Hann gerir líka lífið skemmtilegri. Árstíðirnar gera lífið skemmtilegri. Höfum snjóinn sem ánægjuauka. Setjum punktinn hérna íbúalýðræði og við höldum áfram rétt á eftir.